Is. Komið þið sæl, eins og oftast þá byrjum við yfirferðina hér á stóra yfirlitskortinu okkar og við sjáum þessar tvær lægðir hérna sem eru svona svolítið eiginlega farnar að hringsnúa sem sjálfan sig en þokast þó til norðvesturs og svo þessi litla bóla hérna sem kemur í kjölfarið og hún mun síðan koma síðar í vikunni og hefur svolítið áhrif hjá okkur. Það fylgir henni svolítið úrkomubakki en þetta er nú sem ekkert stórvægilegt og það verður minni vindur hérna síðust á landinu heldur en verið hefur síðustu daga og svo kemur líka mun mildara loft inn á land. Með þessu við sjáum hérna hvernig þetta breytist núna strax bara í kvöld og í nótt að það kemur ansi fín svona hlýindakafli núna næstu 2 daga eða svo þó verður engin kuldi í framhaldinu heldur en það er ágætlega milt loft yfir landinu og hiti svona 5-10 stig býsna víða og það er ekkert ólíklegt að það gæti síðan haldist eitthvað fram á helgina þá heldur lækkinn og hitinn. En þróunin hjá okkur síðan í kvöld og nótt og í fyrramálið að þessi úrkomubakki hann sem sagt sækir hérna inn á land og það svona vindurinn er svona 13-18 metra við ströndina en hægar inn til landsins og svo hvessir nú smátt og smátt fyrir norðan líka en úrkoman verður nú lítil þar eins og oft vill verða í suðaustanáttinni þannig að hádegi á morgun þá geti staðan verið þessu lík fremur úrkomu samt hérna og talsverð úrkoma á Suðausturlandi og það er svona það svæði sem að fær nú mesta úrkomuna næstu daga en hins vegar verður á Norðurlandi og Norðausturlandi verður nú almennt frekar lítil úrkoma. Þróunin síðan áfram til fimmtudags er að það svona dregur dálítið úr úrkominum tíma hérna seinnipartinn á morgun en svo kemur bara næsti bakki og þannig þetta er svona rigningum og köflum nema þá fyrir Suðaustanverðlandi þar verður þetta svona meira og minna samfellt. En á fimmtudag er þá hitinn svona á þessum róli að þetta eru svona 3-4 og upp í 8-9 stig. Lægðirnar eru farnar að koma hérna svolítið nálægt landinu hérna suður af þannig að mestu hlýindin fara þá almennt fyrir austan land til norðurs þannig að við svona það dregur aðeins niður en þó ekki meira en það að þetta verður ágætlega milt og síðan þá ef við skoðum þróun þá yfir til föstudags að þá er þetta svona bara hver skilinn á fætur öðrum sem koma hérna inn en þó með ágætum uppstittum. Og þegar það kemur fram á föstudaginn að þá fer nú svona smátt og smátt að draga úr vindinum og við getum að búist við að hitinn verði svona heldur á niðurleið. Norðurlandið er svona meir og minn og þurrt og sumstaðar léttir til að auki en frekar þungbúið og svona væta á köflum syðra en ágætis hitatölur sérstaklega haftir í huga að við erum ennþá í febrúar. Á laugardaginn síðan er gert ráð fyrir svona dálítið lægðadrægi hérna allra syðst. Hitinn svona 3-6 stig. Þar en fyrir norðan hins vegar er hitinn komið niður undir frostmark enda komið svona hæg norðlæg eða breytileg átt og leið að við missum vindina þá kólnar nú hratt hjá okkur. En við lítum svo yfir til Evrópu, í Skandinavíu er frekar sólríkt en svalt hitinn svona yfir hádaginn í kringum frostmark og það er ágætlega og svona fremur svalt hérna suður með en yfir Bretlandseyjum er hins vegar frekar vætusamt og ágætlega milt. En svo þegar við komum hérna niður til Tyrklands og sunnarlega í Grikklandi þá eru nú einhverja skúraleiðingar á þeim slóðum fremur þurrt svona víðast hvar annars staðar hérna einhverja skúraleiðingar hérna á Íberíuskaganum er almennt frekar litlar og hitinn er svona 15-20 stig býsna víða á þeim slóðum og síðan ef við förum til Kanarí þá er vindáttin aðeins búin að snúa sér frá því í gær úr norðvestan í norðaustan og þá léttir nú almennt til og hitinn er svona í kringum 20 stig. Og svo ef við höldum áfram vestur hafa þá erum við með nokkuð krappa lægð hérna rétt hjá Seattle sem gefur vætu á þeim slóðum, fremur úrkomusamt svæði hérna við Flórídaskagann en aftur á móti köld norðvestan átt hérna norðaustan til og mikil hæð sem situr yfir norðanverðu miðríkjunum og Kanada. Þannig að það er svona fremur kalt enda hitinn á miðjan dag á morgun fyrir varla nema rétt kannski upp undir frostmark eins og í Dallas. En í Kaliforníu hins vegar er nokkuð gott og bjart og hlýtt. En einhverja skúraleiðingar eins og áður sagði á Flórídaskaganum en hitinn líklega hvað hæstur á þeim slóðum. En við skulum bara láta þetta gott heita í bili og svo tökum við aðra yfirferð á þessu eftir 10 fréttirnar. Verið þið sæl.